gefa ykkur smá bara svona update af íbúðinni. Svona hvað komið, þið sjáuð síðan í vídeónu, þú veist hvað við erum búin að vera að gera. Þetta er búin að gera svona pínu hægt núna því það er búin að vera óslega mikið að gera. Bíllinn okkar bilaði, það er nú saga. En þetta er búin að vera smá kaos. Þannig já, mér langar bara svona að gefa ykkur smá update af íbúðinni og meðgöngunni. Nú er þetta föstudagur en á sunnudaginn verði ég komin 28 vikur og er bara að byrja þriðjunginn. Er það ekki þannig á íslensku? Third trimester á ensku. Ég skil það ekki. Ég skil ekki hvernig tíminn líður svo hratt. En á sama tíma finnst mér sko svo langt síðan janúar var og þú veist við vorum að fara að þorra blótið. Þannig að tíminn líður hratt en mér finnst ég samt búin að vera ólétt in forever einhvern veginn. En ég hef það ennþá bara ótrúlega gott. Ég hef ekki upplifað neitt svona rosa neikvætt. Þetta er maður þreyttur. Finn alveg að það er aðeins að byrja að þyngjast, þú veist, vinnudagarnir. Eða þú veist, eftir ég kem heim þá er ég pínu búin að því. En fyrir utan það er ég bara þokkalega góð, sko. Eitt sem ég svona hélt að yrði auðveldara og það er að halda hreyfingarrútínu, einhver svona rektarrútínu eða eitthvað. Það hefur ekki gengið hjá mér. Það er búið að vera ómikið að gera, það er ómikið búið að koma upp á eitthvað svona, þú veist, eins og bíllinn og ég veit það ekki. Það er bara einhvern veginn búið að vera ómikið annað, þú veist, við erum oftast úsast eftir vinnu, eitthvað svona græja fyrir íbúðina og svo er ég bara búin. Maður er einhvern veginn í kapphlaupi að reyna að klára þessa íbúð sem fyrst, svo maður getur bara farið að, þú veist, í einhverju hreiðugerð. Þannig að ég hef ekki náð að viðhalda neinni rektarrútínu eins og ég ætlaði mér að gera. En ég reyna fyrir göngutúra reglulega, þú veist, ég fer ekki hverjum degi. Ég hins vegar er á leiðinni í sumafrí, bara í næstu viku og þá held ég að þetta verði þessu auðveldara. Þá hefur einhvern veginn allan daginn, við erum að fara norður, þú veist, ég er alltaf ótrúlega aktív þegar ég er í hrísi, þú veist, fer mikið í göngutúra og svona. Þannig að ég held að það verði gott og líka bara þess að róa þetta niður. Þú veist, þá erum við ekki að fara í IKEA eftir vinnu í 15 gráðum og sól, skilur við erum bara að fara að gera eitthvað með fjölskyldunni og svona. Þannig að ég er mjög spennt að fara í sumarfrí og ég þarf mjög á því að halda. Nú ætla ég hins vegar að hætta að tala, ég er búin að tala alltaf lengi og ætla frekar að fara að sýna ykkur hvað við erum búin að gera í íbúðinni síðustu vikur. Þetta er að koma virkilega fallega út. Ó já. Þetta er að ná svo þessum hnotu væp sem við vorum að leita að. Já, og líka bara eins og Styrri var að segja, þetta dregur svo mikið fram bara hvað viðurinn er fallegur. Já, þú veist, þú sérð allt æðakerfið og allt, þú veist. Já, þetta er geggjað. Af viðnum, þetta bara litar og þú sérð allt í gegn. Við ætlum líka að græja þennan spegil, hann er bara keyptur í IKEA fyrir mjög löngu síðan en hann er of ljós fyrir okkar palettu. Þannig að hann verður gerður eins og skenkurinn en auðvitað getur mismunandi viður tekið litin í sig öðruvísi. En þetta ætti samt alltaf að vera frekar. En þetta verður svipað, já. Nú ætlum ég að fara að borða muffins. Og ég er hérna í Vók fyrir heimilið. Við fengum símtalir í þar síðustu viku. Það stólarnir sem við keyptum okkur kemur ekki fyrir inn í ágúst og nú er ég fóð SMS sem var verið komnir. Þannig að ég er að kanna málið. Ég vona að sé engin vitni að mér inn í síðumóla að reyna að koma svona bíl. Ég er eins og sko... Já. Ok, please lokast. Yes! Ég kannski byrja á að sýna skenkinn. Ég er ekki búin að því. Stulli var að smíða. Við fórum bara einhvern tíma fyrir smá löngu síðan á Pinterest og skoðum inspo. Þetta var svona okkar útfærsla af því sem við fundum. Þannig að plöturnar verði að, þú veist, hérna. Svo verður eitthvað svona smá bar hérna. Nú kannski þangað til lilla meðir. Svo plötuspilur ofan á og smá svona tækjahylla. Og við erum búin að bæsa núna hillu. Líka. Sem er part of the vision. Þá er bara að finna út hversu há hillan á að vera. Þarna einhvers staðar. Það hér. Er þetta alltaf há? Er meira kúla? Eða þú veist, ég myndi meina við að... Já, mér finnst það góð, mjög góð pæling. Opna þetta. Hello. Það er sjómannadagshelgi. Þannig að Gía fór norður. Ég er bara einn inn í íbúðinni og
á einmitt smá frítíma, þannig ég ákvað að henda mér í næsta verkefni. Það er að mála loftlistana. Þar sem að það var svo léleg birta inn í stofu og við erum ekki komið með neinn loftljós. Þetta er bara ennþá rússar og þessi pera virkar ekki einu sinni. Þá ákvað ég að færa menn í forstofu, þar sem er annar góður rússi og betri birta. Þetta er bara helviti fínt. Síðan færi ég listana til að þorna inn í stofu. Ég er núna búinn með 10 lista og á aðra 10 eftir. Þannig að það er bara að gera að halda áfram. Þetta hafðist í gær. Hérna eru 3 seinustu listanir og síðan er restinn komin hérna. Það var ekkert annað en að henda þessu upp. Hvað segirðu gamli? Hvað er að fara að gera í dag? Nú ætlum við að fara að bora fyrir rafmagnsdósum og tengja þær við rafmagnið. Kekja. Þá erum við búin að fræsa þetta. Við vorum að koma á KFC, alveg ekkert eðlilega góður, eins og nýir. Búin að mála 2 umferðir á alla lista. Það var bara að halda áfram. Ef einhver er að fara í það verkefni að setja upp loftlista, þá get ég ekki mælt meira með því heldur en að fá sér svona skurðabakka. Við reyndum í gær að skera hornin án bakkans en það gekk smá brösula. Við vorum ekki að fá áreiðanleg horn, þannig að þessi er að koma sem lifesaver í dag. Jæja, þetta var passið. Það er spurningin. Like a glove. Þetta er bara eins og hanski. Þá erum við búin að tengja rafmagnið. Ég ætla að prófa að slá því inn. Ef kveiknar það sem hérna lampa, þá virkar þetta. Prófa að slá inn. Búm! Ok, ég er komin heim eftir helgi fyrir norðan. Hér gerðist ýmislegt á meðan ég var í burtu. Stulli er sem sagt búinn að segjum að bæsa. Ég vil segja bara pússa. Já. Síðan létt bæsuði. Og við erum núna olíu bara endurspekna. Þannig að þetta er allt að koma. Þetta lúkkar mjög appelsínugult akkurat núna en það er að því að við erum með satan fyrir ljós. Já. Satt. Það er hræðileg birta hérna, þannig að þetta er ekki svona appelsínugult en ég sýni ykkur þetta betur í betri birtu. Já. En nú getum við allavega fljótlega að fara að nota bekkina bara almennilega án þess að hafa áhyggjur af einhverju. Svo er bara að færa eigina upp að. Það var sem sagt ekki einstungur hér. Ég veit reyndar að Stulli er alveg búin að örugglega segja frá þessu en update. Það er búið að spasla í hérna. Svo verður þetta pússað og augljóslega út af öllu verður veggurinn síðan málaður aftur. Þetta er að hafast. Þetta er að gerast. Þetta er að gerast. Slow and steady. Loftlistarnir eru líka að koma svo vel út. Þú veist, það er búið að setja það upp en þá eftir að ganga frá þeim og setja eitthvað í öll samskeytin. Akrylkíti. Þið heyrið það, ég er alveg með lingu á hreinu. Og spasla. Já. Þetta starf. En þetta er mjög fallegt, þetta er uppáhaldshornið okkar hérna. Okkur finnst þetta mjög flott og liturinn á veggjunum einhvern veginn poppar líka smá með þessu. Þetta er sem sagt það sem við erum að nota á
bekkina og á hilluna og skenginn. En þetta er líka úr sérefni og er virkilega þægilegt að vinna með þetta. Þannig að já, ef þið eru áhugasöm þá er þetta liturinn sem við erum að nota. Mjög flottur. En við notum mjög lítið á bollplöturnar af því að við vildum ekki hafa þær of dökkar. Og þetta herbergi er ennþá kaos. Hér eru vendingar í fyrsta skipti í smá tíma. Jú. Við vorum að köpa okkur ljós til að hafa hér og inn í forstofu. Við viljum ekki hafa neitt í þessari dós eins og er allavega, kannski seinna. Þetta er eitthvað mest ekstra dæmi sem við höfum séð. Það fylgdi sko hanskar með ljósinu. Mikilvægt. En það er virkilega fallegt. Tada! Smoky er orðið sem ég var að leita að. Já, þetta er næs. Here we go, final touch. Alright. We got that. Meikar líka sens að hafa smá svona svart, af því við erum með svarta hurðar núna. Já. I like it. Alright, þá var það umferð 2. Við erum að mála rósettuna bara í sama lit og loftin hérna sem allir veggir voru í þegar við komum hér inn. Jæja, þá erum við búin að gera helminginn á borðinu. Við erum búin að gera báðar hliðar og bara miðvikudaginn eftir framlíkingar búið að pússa á. En nú erum við bara að klára að bæsa. Þá er allt klárt. Góðan daginn. Við erum að fara að hengja upp rósettu og ljós inn í svefnherbergi. Planið í dag er að ég mála listana sem eru eftir og við hengjum þá upp í kvöld. Svo við hefum eftir að kýta og mála yfir kýtið. Svo fín. Kýtti rest. Pretty. Eitt rými heima sem við erum bara ekki átt okkur á, það er baðherbergið. Þannig að við mættum bara þetta með flísina af baðherberginu. Hún er svo skrítin á litin. Ég hélt einhvern veginn að hlýir litir myndi make a sense en bara þeir gera það einhvern veginn ekki. Þannig að við erum komin hérna á góða litavegginn og ætlum að fá smá aðstoð. Okkur langar svolítið í svona dökkt moody vibe en í hvaða tóni veit ég ekki. Þú veist, mér langar að mála lofti líka og hafa þetta svolítið svona. Ég ætla að sýna ykkur aðeins frá málningapælingunum okkar inn á baði. Sko, baðherbergið er svona einn staður sem við erum búin að vera frekar lost með. Við erum fyrst og ekki mjög hrifin af innréttingunni sem er í þinni. Hún er bara mjög hvít og við erum bara alls ekki þar. Þannig að við erum að hugsa að skipta innréttingu. Við erum búin að sjá innréttingu í IKEA sem okkur líst vel á og kostar ekkert rosa mikið. Annað sem var að bögga okkur inn á baði var lýsingin. Ekki ná að neppa þessari tölu. Já, það sem ég var að segja. Við vorum ekki ánægð með lýsinguna inni. Og svo sagði ég allt í einu í gær, þegar ég var búin að skoða ljós á netinu í svona korter, og sagði ég allt í einu bara, getum við ekki bara skipt peru? Og þá fyrir Stulli upp í stiga til að tjekka eitthvað svona, ég held að þetta sé lett, við getum örugglega ekki skipt peru. Það var allan tíman hægt að breyta litnum á lýsingunni. Þannig að við erum búin að eins og sérst, þetta er ekki svona rosalega gult eins og þetta var. Við fórum svo upp í Parka í vikunni og fengum pröfu af flísunum okkar. Ég hélt að mér fyndist þessar flísar ljótar, en þegar við sáum hann í búðinni þá var ég bara, vá! Birtan á baðinu er bara búin að vera að skemma þetta. Ekkert af þessum flísum og við fengum flís í láni til að fara með upp í sérefni og fengum nýjar pröfur af því ég var bara kolröngum stað með þessar pröfur og þú veist, við vorum náttúrulega að ganga út frá einhverju flís sem við vorum ekki með á staðnum, þannig að þetta var svolítið erfitt. Við tókum með okkur heim 3 litakort og já, fyrsti litur, Trastevere. Allir sem hafa farið til Rómar eru bara, við erum búin að fara til Rómar og við veitum ekkert hvernig á að segja nafnið á þessu hverfi, en ég segi alltaf bara Trastevere. Hljómar mjög vel. Þetta er sem sagt einn af litunum úr Ruth Kára línunni. Svo
hún kom með þetta á borðið og ég, þú veist, þegar hún var að sækja þetta þá var ég svona, oh dear. En hann passaði svo vel við flísina og við vorum með opna mynd af litlu munnréttingunni. Þannig að tókum þennan ótrúlega fallega bláa með okkur heim, sem ekki að fókusa okkur núna. Intense Dijon. Ótrúlega fyndið af því að þegar við Stulli fórum að skoða baðherbergin í byrjun, þá vorum við mjög hrifin að fara út í eitthvað svona Bordeaux lita vibe. En héldum einhverjum myndum upp hjá flísarnar og bara, nei, þetta passar ekki. En fengum þessa pröfu með okkur heim í gær. Rosalega erfitt að sýna það. Hún lítur út til að vera bara brún þegar ég sýni ykkur henni hér, en hún er svona, hvað á ég að segja? Hún er svona súkkulaði, smá fjólublár blær, en þessi litur heitir Tempered Chocolate. Sýni ykkur þetta upp í vegginn. Þá er þetta svona, lúkkar bara dökkbrónt, en ég sverða að það sést greinilega ekki í almennilega myndavélinni. Það er einhver svona smá rich blær af einhverju í þessu. Hann er virkilega fallegur. Líka mjög spennandi. Hann kemur vel út. Við ætlum líka að mála loftið. Þannig að maður er svona svolítið að reyna að sjá þetta eitthvað fyrir sér. En ótrúlega fallegur litur. Ég er einhvern veginn búin að sýna frá þessu litaferli eins og þetta sé búið að vera gett einfalt, en þetta var í alvörinu mjög einfalt með svefnherbergið og alrýmið. Baðherbergið var bara eitthvað, þú veist, við vorum búin að ákveða að vera djörf og þá kannski vefst þetta meira fyrir manni eða eitthvað, en það verður einn af þessum tveimur. En já, ég er svo fegin að við erum búin að fara og finna einhverja svona pröfur sem make sense, þannig að við förum bara fljótlega upp í sérefni og græjum þetta. Komum heim og málum eitt stykki baðherbergi. Ég er ekki með pröfu á veggfóðrinu sem við erum að pæla í hérninni. En ég er með litapröfuna og hún passar ótrúlega vel við veggfóðrið. Ég ætlum svo að veggfóðra niður að einhverja x-hæð og setja síðan panela og mála þá í þessu blit. Ég ætla að sýna einhverjan betur bara einn og sér. Hversu fallegur, hann er einhvern veginn svona, þú veist, hann heitir Tibet Tan. Þetta er svona fölbleikur og blómin sem að verða veggfóðrinu passa ótrúlega vel við það, þannig að þetta verður geggjað. Annað update er borðið okkar, en ég er örugglega búin að sýna það ósjálfrátt í einhverjum klippum á þér, en það var rosa svona tech-litað einhvern veginn og Stulli er svo búin að pússa allt borðið og bæsa það. Svo erum við með mynd hérna, búin að hengja mynd, fyrsta myndin. Ramminn líka bara passar fullkomlega inn. Afi Stulla málaði þetta. Nei. Langafi Stulla málaði þetta. Jöp. En Kristján? En Kristján, þetta er ótrúlega fallegt. Þetta er geggjað. Og svona íslensk náttúra. Geðveikur rammi. En jú, afi afa minns. Afi afa eins. Nei. Er það ekki meira langafi? Sorry, pabbi afa minns. Mjög margar heilasellur virkar. Það eru alla farnar sko. Svo keypti ég þessar hortensíur í dimm daginn. Bara til að hafa eitthvað svona sætt á borðinu. Eilíðablóm. Og borðið einhvern veginn var það eiginlega alveg eins og stólarnir á litir. Þetta er ótrúlega vel gert. Þannig að þetta horn hérna er ég mjög ánægð með. Rosa kósí eitthvað. Herri, það er máfur. Herri, ég ætla að lækka sjónvarpinu. Það er máfur á blokkinn á móti þarna uppi sem er sko að vakta og verja allt sem er í gangi í kringum blokkina. Svo dýfir hann sig bara á alla sem labba þarna. Ég smá vona hann gera það, bara svo ég geti sýnt það. Með fullri virðingu fyrir fólkinu sem hann ræðist á. Hann fer að dýfa sér. Hanna? Hann er snar.